Síðustu laxar sumarsins eru að ganga inn Leirárvoga, skammt frá Akranesi. September er innan seilingar og framundan er tími pörunar og rigningar. Eftir að hafa dvalið langdvölum í dimmum djúpum hafsins tekur nú við nýtt mynstur. Fyrsti farartálmi laxins í Laxá í Leirársveit er Laxfoss. Rekinn áfram af eðlisávísun og kröftum kynhvatarinnar lætur laxinn ekkert stöðva sig. Skammt fyrir ofan Laxfoss stendur veiðihúsið í landi Stóra Lambhaga. Við höldum til veiða í heiðríkju og svölu morgunlofti sem ber með sér fyrstu skilaboð náttúrunnar að senn leysi haustið, sumarið af hólmi. Haukur Geir Garðarsson, viðskiptafræðingur úr Garðabæ, er leiðsögumaður okkar. Við höfum ekki veitt í ánni áður og setjum því allt okkar traust á Hauk. Ég held að Laxá í Leirársveit sé mörgum mjög mikilsvirði, sérstaklega mér. Ég byrjaði að veiða þetta sem smá polli, var í sveit og var í dalnum. Laxá í Leirársveit hefur allt upp á að bjóða sem góður laxveiði á þarf. Fallega fluguhylji, fallega strengi, fallega náttúru. Upptök vatnakerfis Laxár eru í Botnsheiði. Áin fellur í vötnin 3 í Svínadal, Geitabergsvatn, Þórisstaðavatn og Eyrarvatn. Við útrennsli Eyrarvatns í 77 metra hæð við sjávarmáli kemur Laxá sjálf til sögunar og teygir sig 13 km leið til sjávar. Við finnum fljótlega að við erum í góðum höndum. Haukur vill byrja á stað sem heitir Hólan og er á efsta veiðisvæði nokkuð fyrir ofan Eyrarfoss. Það er mikilvægt að fylgjast vel með því sem leiðsögumaðurinn segir og gerir. Hann veit yfirleitt nákvæmlega hvernig staðan er í ánni og hvar tökustaðirnir eru. Hér kemur það líka glögglega í ljós. Haukur setur strax í hann. Það tók hann. Þetta er silfurhók. Á silfurhaukur. Silfurhaukurinn. Það gefa vel í sumar. Þetta er einstaklega. Hún að gefa mér fleiri tugalaxa í síðasta sumar og núna í sumar. Þetta er lítill búða, lítill flytlangi. Og einhver hluta vegna þá er fiskurinn brjálaður. Allir leiðsögumenn eiga sínar sérstöku aðferðir, sín atvinnu leyndarmál. Flugan silfurhaukur er nánast mikrótúpa, hnýtt á silfurþríkrók og er eitt af aðalsmerkjum Hauks, fluga sem hann hannaði sjálfur og hnýtti. Í mínum huga þá er fluguveiði þá nokkuð öðruvísi heldur en önnur veiði. Hún er meiri krefjandi, þú veist meiri beinu sambandi við fiskinn. Sambandi við stærð á flugum, gerð af flugum, hvernig þú dregur fluguna, sjötta á línu, hvernig þú kastar. Strax í vor kom í ljós að þetta yrði gott sumar. Þegar á fyrstu vikum veiðitímans skipaði Laxá í Leirársveit sér á bekk með þeim laxveiðiám sem gáfu besta veiði miðað við stangafjölda. Laxá flokkast sem meðalstór veiðiá hvað vatnsmagn áhrærir. Hún hefur gefið afskaplega misjafna veiði undanfarinn áratug en virðist nú á nýjan leik komin í hóp fengsælustu laxveiðiáa landsins. Í fyrra var sleppt 10.000 seiðum, öllum örmerktum og þau vera að skila sem nokkuð vel í sumar, sem eins árs lax. Bændur eru mjög ánægðir. Þetta er viss tilraun sem er í gangi, 3 ára tilraun. Hvort ekki hægt er að bæta við fjölda með sleppingum, hvort að sá kostnaður skilir sér ekki. Það er náttúrulega skipta skoðanar á þessu eins og svo mörgu öðru en þetta er jákvæmt, þetta lofa góðu. Nú, þegar að leiðsögumaðurinn leikur við hvern sinn fingur, búinn að setja í boltalax, ágerist fiðringurinn. Veiðiþörfin kraumar og síður. Á ekki að fara að klára þetta? Það koma. Þú tekur varlega á honum.
Já, það er fyrsta fisk. Tek þá svona verið gætni. Þetta er 2 ára fiskur. Já. Sko, byrjaði vel. Hólan, hún leynir á sér. 12. Nei, ég ætla að setja 10. Þrælu vel tekinn. Pottþéttur. Með mjög nákvæmar lýsingar Hauks að leiðarljósi á að reyna áfram við holuna. Kasta alveg að landinu hinum megin, að grjótinu sem rétt stendur upp úr, skammt út af því tekur hann. En það luma fleiri á leynivopnum. Heima hönnuð fluga er undir og henni hefur aldrei verið kastað fyrr. Það var lagið, hvað tók hann? Heyrðu, það er nafni heitir hún. Sigur Eggert. Flugan nafni er einföld, silfurvafinn búkur, gult skegg, litað í kornaskott og hár af ljóshærðu 4 mánaða gömlu sveinbarni, óværu, sem vængur. Þetta er sko dýrmætasti fiskur sem ég hef sett í á ævin. Fyrsti laxi ég seti í á flugu sem ég nýti sjálfur og úr guttanum, sko. Ég meina, hversu dýrmætari verða þeir? Maður lærir að gætnum. En eins og vera ber er hann náttúrulega minni en hjá þér. Þetta er náttúrulega undarlegt nafn á veiðist að hóla. Það er eins og þetta sé grunnbreiða, en í raun og veru er hérna í neðri hlutanum mjög djúp hóla sem geymir oft mjög stóra fiska. Það er alltaf sérstök tilfinning að koma að nýrri á og ofurlítið spennufall verður þegar fyrsti laxinn hefur tekið. Glæsilegt. Ekki það. Ha? Við erum í góðum málum. Við erum í mjög góðum málum. Ekki spurning. Bestu hilirnir eftir. Já. Voru þetta að glæsa? Ég gerði alveg eins og þú strippaðir þetta. Eigum að drepa svona kollegin hæng. Haukur. Ef það verður hrygna, þá kemur þig á mig þetta. Svona lægi með hengana. Jæja. Þar fékkst þú dauðadóminn. Það leggst nú svolítið undarlega hárið þegar það eru liðir í því. Þetta er efsti veiðistaður Laxár, Breiðan, þar sem áin fellur úr Eyrarvatni. Breiðan geymir oft mikið af laxi, sérstaklega á kvöldin þegar fiskur leitar niður úr vatninu í straumvatnið. Hér fást líka oft þeir stóru. Haukur á einkar ljúfar minningar frá þessum stað. Hér kastaði Haukur flugu í fyrsta skipti fyrir ríflega 20 árum og naut þá tilsagnar föður síns, Garðars Svavarssonar.
Stíllinn breyttur og reynslan meiri, en veiðieðlið sama og í æsku. Einmitt á Breiðunni fékk Haukur sinn fyrsta flugulax 1972, þá 13 ára gamall. Þeir eru vandfundnir veiðimennirnir með víðtækari reynslu í Laxá. Hvernig tökum við þetta svo? Það er best að byrja hérna efst í strengnum, vaða hérna aðeins út og kasta vel yfir. Líka mjög nálægt bakkanum, vera svona 1-2 metra frá bakkanum og svo bara vinna sér niður. Já, alveg við landið? Alveg niður á brú, já. Hefurðu séð fiskarna núna? Já, var að stökkva hérna rétt á. Ekki bara... En hefur komið eitthvað upp hérna núna? Eða? Já, við erum búin að fá þó nokkuð hérna. Green Butt, hvernig líst þér á það? Hún er sterk. Búin að vera sterk í sumar og alltaf góð í hans vera á. Hvað heitir þessi stað? Þetta er Steinsholtsskot. Þetta er grunn hérna, það er svo aðeins svona fikra sig út. Ég trú að við setjum í þetta hérna. Ég trú að við setjum í þetta hérna. Já. Já, ég myndi ekki gráta það. Nei. Það er okkur óvægt að vaða langt út hérna. Ágætur hérna. Maður er mjög góðu reynslu með fluguna. Flott svona. Ég myndi segja það, svona bara fyrir mig, að við ættum orðið inn í fisk eftir svo fremið að veiðigyðjan fylgist með okkur. Það er engin spurning. Þarna kom hann hettan til. Þetta er tökufiskur. En hver er skýringin á því að Green Butt er svona sterkjað? Já, ef ég vissi það að gert, þá væri ég nú ekki hérna. Það er eitthvað sem mann heillast að. Ég held þetta sé eina áin á Íslandi sem að Green Butt er svona sterk. Kastar þú hann í mikið hérna? Já, nota hann á það nokkuð. Það er að nota það sem virkar. Já. Svo er ótrart oft, sko, það er búið að eða með Green Butt í marga daga og kannski að prófa eitthvað annað og það er best að setja Green Buttin á, þá kemur fiskur. Já. Gott. Hvað var lagið að gert? Það er gríðarmikið af fiski í Steinsholtskorninni, en hér skiptir sköpum að hafa kunnugan mann með sér. Haukur gaf rólegar skipanir og návist þessa milda yfirvalds og leið veiðifélaga gaf okkur þennan lax. Veiðsögumannsstarfið er mjög skemmtilegt starf, það er krefjandi, en gefur mikið af sér. Þú ert úti í náttúrunni, þú ert raunverulega að veiða, þú verður náttúrulega að vera með veiðieðlið í þér. Þú voru að hafa gaman að þessu. Því er ekki að vera leiðsögumaður að hafa ekki gaman að þessu. Hafa ekki þolinmæði, þú voru að mikla þolinmæði. Þú voru kannski heilu dagana, heilu vikurnar, aðstoð menn. Þú voru ekkert að veiða sjálfur. Þú voru að taka þátt í gleðinni. Og þegar það í þér, leið að veiðimaður fær fisk og þú setur þá fisk, þá gengur þetta upp. Bjartur, æsilega og örmerktur. Fisk og örmerkt. Þetta er alvöru. Hvað sagði? Kallinn er svo.
byrjar á breiðunni. Mjög góði möguleika núna, rétt undir myrkrið. Kemur átt fiskur niður á vatninu, niður á breiðuna. Ég ætla að labba hérna aðeins niður fyrir á meðan. Haukur vill færa sig niður í Kvíastreng, rétt fyrir neðan Eyrarfoss. Hann tók túpuna, rauða Frances Tommu. Hann leit ekki við smáflugunum, en vildi Francesinn þegar túpunni var kastað ofan við þvert og hún nánast sleikti botninn. Himinninn gefur til kynna með litbrigðum ævintýralandsins að vaktinni senn lokið. Nokkru neðar stendur Haukur nú í ströngu. Lax stóðst ekki silfurhaukinn í þetta skiptið, númer 16. Við erum meira á litla flugur, það eru stórar. Flotlína, lítil fluga og fiskinn til þess að koma upp á yfirborðið, elta, taka. Það ekki á allra færi að taka lax með þessum hætti. 10 feta dæfa amorfustöngin vinnur feiki vel. Þetta kraftmikill fiskur, bjartur og baráttufús. Það óhætt að taka á þessum. Silfur þríkrókurinn á kafi og hefur klemt saman skoltana á laxinum. Hann tók túpuna með þeim hætti að hann átti aldrei undankomu auðið. Það má ekkert vera mikið betra. Nei. Við veiðum efri hluta miðsvæðisins á morgunvaktinni. Miðfellsfljótið, einn nafntogaðasti veiðistaðurinn í ánni, gefur ekki fisk þó að þar sé mikið líf. Kvíastrengur gaf Hauki lax í gær og sá staður á hug okkar nú. Ég myndi halda að Kvíastrengur væri svona 50-60 metrar. Ég veiði nú yfirleitt frekar hratt heldur en hitt. Ég myndi halda að ég væri svona 10 mínútur með einu. Skammt fyrir ofan okkur sendir Eyrarfoss frá sér morgunúðan, engu líkara en fossinn tegi sig til okkar. Óspör á geisla sína gillir sólin vatnsflötinn og hitar ána hratt. Það kalt eftir nóttina og Haukur veit að þegar áin hitnar 1 til 2 gráður, lifnar lífríkið og meiri hreyfing kemst á laxinn. Kvíastrengur eins og margir staðir í efri hluta árinnar hægur veiðistaður sem býður upp á gott rennsli fyrir fluguna. Haukur byrjar mjög ofarlega að kasta á þessa staði, jafnvel of ofarlega myndi einhver segja. Það að gera að byrja nú ofarlega. Oft getur fiskur verið, sérstaklega í göngu, getur legið mjög ofarlega í hiljónum, upp í strengjunum. Oft á tíum þá byrja menn á neðarlega, vaða út á fiskinn.
Þetta enn einn einsárs hængurinn. Lítið hefur hins vegar sést af hrygnunni af sömu stærð og bendir það til þess að hún komi ári síðar, þá mun stærri og snemma sumars. Það veit á góða veiði að ári. Við Eyrarfoss laxastigi sem skilar fiskinum auðveldlega upp á efsta svæðið sem gríðarlega skemmtilegt fluguveiðisvæði og kemur sjálfsagt mörgum veiðimanninum á óvart þegar leið hans liggur þangað í fyrsta skipti. Þar sem Laxá fellur Svínadal hún út af fyrir sig og enn eiga margir eftir að uppgötva þessa perlu. Tveir fossar gefa Laxá tignarlegt yfirbragð. Sá neðri heitir því sjálfsagða nafni Laxfoss. Það drjúgt af fiski að ganga ennþá og það því tilhlökkunarefni að veiða Laxfossinn. Torfa af laxi kom inn á morgunflóðinu. Einnig mikið af sjóbirtingi og bleikju að ganga og lífríki Laxár nú með auðugast á móti. Haukur hefur oft gert góða veiði í Laxfossi sem einn besti veiðistaðurinn í ánni. Hér staldra allar göngur við og laxinn safnar kröftum fyrir sprettin upp fossinn. Það einmitt við þær aðstæður sem veiðimenn sæta lagi. Það erfitt að koma flugunni þangað sem torfan liggur. Rétt fyrir aftan veiðimanninn hár klettaveggur og beita þarf sérstakri lagni við kastið. Haukur hefur sýnt það á sannað hversu leiðsögumaðurinn nýtist veiðimanni sem kemur á nýjar og ókannaðar slóðir. Ég get ekki hugsað mér að komast ekki í veiði þótt ekki vera neitt sumar. Veiði ástríðan mikil hjá mér, ég verða að viðkenna. Ég fæ mjög mikið út að stanga við og leyfi mér að njóta þess sem við höfum á því sviði hér á landi. Ef ég kemst ekki í veiði og veit að það bullandi ganga þá myndast óslátt spenna. Vorin oft erfið. Einn dagur í sjóbirtingi getur bjargað miklu. Taka á sér hrollinn, finna snertinguna, sjá hann koma. Haukur hefur séð þetta allt áður. Þetta hefðbundin viðureign við nýgengin öflugan smálax á þessum stað. Það hvorki fum né fát að sjá á veiðimanninum. Hann þekkir eigin veiðibúnað vel og veit hvað má bjóða honum. Græjurnar nettar að hætti reyndra veiðimanna. Hér Haukur á heimavelli.
góð. Action. Kannski sem betur fer sleppur einn og einn. Reynslunni ríkari kveðjum við Laxá í Leirársveit.